af sviðinu. Hvernig leið ykkur þarna uppi? Okkur leið bara mjög vel, bara allt samkvæmt áætlun, þetta gekk bara vel, þakka þér. Já, Clemens, hvað segir þú? Var þetta svona samkvæmt áætlun, Eurovision hækkunin og svona, hún fór bara vel, var það ekki? Hún fór mjög vel. Hérna, ég er búinn að vera að sækja mikinn innblástur til margra tónskálda hérna í keppninni. Meðal annars Hera sem var hérna á undan okkur. Tónhækkunin hennar í laginu hennar er alveg gorgeous. Og það er oft talað hérna Mount Everest tind tónskáldsins. Það er no doubt upphækkunin í Eurovision. Já, einmitt það. Við sáum ykkur í hópi barna hérna í vídeói fyrir flutningin. Eru þið svona bestu vinir barnanna? Já, Hatari elskar börn og náungan og okkur finnst gaman að brosa og syngja saman. Tekur þú undir þetta, Clemens? Þvílíkt og annað eins, já. Hérna, en ég vildi líka, þið sáu kannski að mjaðma nikkinu mínir í atriðinu í kvöld voru mjög góðir. Þetta skila sér í gegnum Alexander-tækni sem ég er búinn að vera að stúdera seinustu 2 vikur með Sverri Guðjóns, sem sagt eina altótenor Íslands, og hann er búinn að vera að fara í gegnum þetta, hvernig flæðið í líkamannum og hvernig öndunin svo gríðarlega mikilvæg. Og ég er búinn að leggja þetta svolítið fram á hverjum degi að þetta sé bara gjörningur að anda inn og svo anda út, og þetta bara breytir alveg sýninu mínu á lífinu. Allt verður svo fallegt og krakkanir og andlitiðana á þeim, það er bara yndislegt. Mér langaði kannski bara áður en við ljúkum þessu viðtali að hérna fullvissa aðdáendur Hatara það að þó svo að Hatari gangi í samstarf við alþjóðlegan gósframleiðanda á borð við Soda Dream sem við þökkum kærlega stuðninginn, þá erum við ennþá andkapitalísk hljómsveit að sjálfsögðu. Þetta er bara ein varðan í þeirri vegferð að knésetja kapitalismann sem eru þetta ekki ókeypis starfsemi. Nei, þetta er maraþonhlaupið þetta. Bara svona rétt í lokin, hvað hafið þið lært á þessu ferli sem söngvakeppnin hefur verið? Listin er bara svo ótrúlega langur, maður bara dáist af ástríðunni í hinnum keppendunum og hérna öllu sem að þessu koma, og það er eitt og sér að vinna með ástríðufullu fólki er náttúrulega það lærdómsríkasta sem til er. Einar vildi segja eitthvað, hérna trommukimpi okkar, er það allt í lagi? Algjörlega, við erum öll að bíða eftir að hann taki á sig múlinn. Haturinn mun sigra. Já, þetta er fáránlega eðlilegasta viðtal sem ég hef nokkuð tíma tekið. Takk fyrir þetta, Hatari.